Ég heilsa ykkur öllum í Jesú nafni og verið velkomin hér í Lágafellskirkju í dag á þessari kveðjustund. Og við skulum byrja á því að fela Drottni stundina og signa okkur. Í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Og þeim er gjarnan taka undir í þeim lögum sem þið kannist við sem lengi verða hér á diski á eftir og finna ykkur heima hér í dag. En áður við heyrum fyrsta lagi sem lengi verður skulum við byrja á því að biðja saman. Drottinn Guð og Faðir allar huggunar, veitt okkur fyrir orð þitt og heilagan anda stöðuga trú, sem við getum sigrað með raunir allar og skilið, að það er satt sem þinn elskaði sonur Jesús Kristur segir, veri hughreystir, ég hef sigrað heiminn, við biðjum í nafni hans. Amen. Getur flúið skugga hans. Þér sæmst að halla þér að honum. Hann gróin sál þíns föðurlands. Þig stoðar lít með gull og glísa skarta. Þú ert sjálfur Guðjón innst í hjarta. Ungan léstu svelta þig og svíkja. Þú sást ei þá hve margt blekking á. Á fúlu riti rak þig milli ríkja. Hver rakki fékk að snör í þinni sál. Drjúgtu höfði því að það meinið. Þú ert sjálfur Guðjón yfir beinið. Bráðum skín í Guðjón gegnum tárin. Gróður lífsins vex úr þeirri mold. Einhver tíma seinna gróa sárin. Svipið Guðjón brennt við íslenskt hold. Sérðu koma sá lítur völdin. Þú ert sjálfur Guðjón bak við tjöldin. Kæru gestir, þegar ég heyri þetta lag og kannski í systkinin, þá fáum við dálítið blendna tilfinningar í hugan þegar við heyrum þetta á fóninum í gamla daga og Margrét hafði fengið sér aðeins í glas. Þá vissum við að það stemdi í óefni eða eitthvað ógæfu. Seinna áttu þetta svo eftir að breytast í mikið bara gleðilag hjá okkur. Þetta sungum við oft saman í góðra vinahópi, mamma þá á gítarinn, enda músikalsk, og við skemmtum okkur ágætlega saman. Það var reyndar virkilegt fjör, en það fer illa mig hérna þannig að ég ætla hérna upp á svið. Svona, nú sé ég. Mamma vildi líka ekki venjulega jarðaför, hún vildi jarðafjör. Og ég skulum reyna að gera henni það til geðs, svona í restina. Heyrist í mér, slökkt á mér, í fínn. Það heyrist ekkert í kerfinu aftur á móti. Heyrið þið líka þarna aftast? Það fínt, endur ég vanur að tala hátt. Svo þarf ég að hafa gleraugun. Ég fer hérna með smá svona staðreyndastaglum hana. Hvernig eru fædd og svona og svo nokkur kveðjuorð í restina. Ég heiti Ólafur Einar Júlíusson og elsti sonur þeirra Margrétar og Júlíusar.
Margrét Jakobína Helgadóttir, seinna Ólafsdóttir, er fædd í heimahúsi í Reykjavík, nánar tiltekið Langholtsvegi 69. Hún var elst 4 alsystkina, auk þess sem hún átti hálfsystkini og uppeldisbróðir, hann Úlaf. Eftir þetta verður mamma, eða Greta, þetta er svo erfitt sko, ég er alveg að fara að gráta og allt það. Eftir þetta verður hún kölluð mamma. Hún bjó á Langholtsvegi 32, nei á Langholtsvegi 69, en fljótlega flutti hún svo... Það hefur verið sennilega Langholtsvegi 49, það var Já, ekki 69. já, flott Úlaf. Það var það sem gamla búðin var. Já, við fundum vel aldrei út úr þessu. Það hefur verið á 49. Gott. Þá var það komið til Já. hrein með það. Það er öskulegt. Það var ekki 69. Nei, 49. Það er gott. Bingo. Er eitthvað kannski vel leitað á netinu með það? Já, við vorum að því að... Já. Þetta er svo breytt, sko. En seinna flutti hún sig yfir til af og ömmu á Langholtsvegi 32. Passar það? Já. Já. Það var alltaf verið hjá af og ömmu. Já. Því að það var búið þarna bakvið í búðinni. Já. Þú hefði bara átt að vera hjá mér hérna. Já. Við gerum það næst. Já. Já, vítu nú við. Þetta er alvöru jarðarför, sko. Halló. Við tókum þetta áðan og þá virkaði þetta. Já, halló. Þetta er svolítið hátt. Já. Það er gott að hafa aðstofamenn hérna í kirkjunni. Kirkjuvörðurinn verður hún. Hún er að verja kirkjuna. Það er frá þér bara hérna mununum. Þetta gekk frá ljómandi við, ég sá hann tekkinu á hann. Það er lengra frá. Já, Heyrist í þér úr minn alveg allt í lagi. það heyrist alltaf í mér, maður, ég síkar það. Láttu bara vaða á. Við vorum komin á Langholtsvegi 32, þar sem hún ólst upp hjá afa sínum og ömmu. Og Úlaf, sem var uppeldisbróðurinnar, eða það sagði hún alltaf. Ég Já. var með leyfi til að kallast í systur. Já, sem betur fer, ólst hún þar upp og get ég tekið undir það. Mamma gekk í Langholtsskóla og að skyldunámi loknu fór hún í húsmæðraskólann, þar sem hún útskrifaðist með góða einkunn. Það sem hún lærði hjá ömmu sinni og í húsmæðraskólanum nýttist henni alla ævi. Heimili hennar var ávallt áberandi snyrtilegt, eldamennskan óaðfinnaleg og kökurnar dásamaðar. Svo sjáum á okkur. Það voru alltaf í boði kökur þegar við komum til hennar, þegar ég kom með mín börn og fyrir vikið var hún alltaf kölluð amma Kaka. Ung kynntist hún honum pappa, Júlíusi Þorbergs Karnasell, og giftu þau sig 1966 og var þeim 5 barna auðið. Þau eru, það er ég, Ólafur Einar, Ingibjörg, Ragnar, hvað er hann? Hann er þarna, Maggi og Tryggvi Þór, litla barnið okkar, sem allt var látið eftir. Mamma stýrði heimilinu með harðri hendi í þá daga og sú hönd gat oft verið hörð á stundum. En það var eins og hana með aðra, með aldrinum, mýktust hún öll og línaðist og var bara alveg ágætis mamma þegar allt kemur til alls. En það fikk enginn að komast upp með neitt múður hjá Margréti. Mamma byrjaði ung að vinna í Silóvalda hjá afa sínum. Byrjaði sem sendill á hjóli, en svo bættust við önnur verslunarstörf seinna. Þá tíma talaði hún mikið og sagði okkur oft sögur, hvað það hefði verið gott samband milli afinnar og ömmu og hvað henni þótt gaman að vinna og hvað henni þótti bara vænt þau á þessum tíma. Hún sagði okkur oft alveg ótrúlegustu sögur og við skemmtum okkur þvílítið vel. Mamma átti eftir að koma svo víða við á vinnumarkaðinum. Hún var lengi dagmamma en vann líka utan heimilisins, bæði sem launþegi en líka með eigin rekstur. Seint á 9. áratugnum skilduðu mamma og pabbi að borði og sæng og hnífapörum og öðru lauslegu sem þau voru vön að kasta hvort í annað.
Fljótlega eftir skilnaðir kynnist hún svo Hinrik Tom Pálmasyni, eða hún Rikka sínum eins og hún kallaði hann alltaf. Þau giftu sig síðan 1996, minni mig. Já, ok, það góðkennt. Með pompi og frakt. Ég man hvað veislan var skemmtileg, hvað við skemmtum okkur vel, systkinin og gestir, og hvað mamma var ofboðslega ánægð með lesturinn. Með veisluna. Eitt af því sem mamma og Rikki gerðu var að rífa sig upp og flytja út á land. En 1992 fluttuðu búferlum alla leið upp í Mosó og reyndist það mikið gæfuspor. Þau bjuggu áður í Árbæ, þannig að þetta var töluvert ferðalag. Þar byrjaði mamma að blómstra fyrir alvöru. Það sama ár fékk hún svo vinna á Hlaðhömrum, sem líka reyndist happafengur. Bæði fyrir hana, en ekki síður fyrir íbúana þar. Þessi staður var henni alltaf afar kær. Hún kom náttúrulega þar inn af þeim krafti sem einkenndi hana alla tíð, en líka af mikilli einlægni. Þar vann hún sér fljótlega inn ást og virðingu starfsfólksins, en ekki síður traust íbúðana sjálfra og myndaði mjög sterk vinabönd þar. Þar ber fyrst að telja vinasamband þeirra mömmu og Klöru Klengs. En þær voru oft kallaðar mæðgurnar. Þetta er erfitt. Mamma var ófeimin að stúsast með Klöru út allt. Hún taldi það ekki eftir sér að keyra hana fram og tilbaka, alltaf með bros á vör, án þess að taka nokkuð fyrir það. Alltaf tilbúin að gera allt fyrir alla. Þær ferðuðust líka víða saman innanlands, en einnig til útlanda. Þessar ferðir voru mömmu ógleymanlegar og kærar. Þá ber að nefna Karlo, þann ágæta kall. Ég veit ekki hvað hún fór margar búðaferðir eða stúsaðist með kallinn, hérna út allar sveitir, alltaf ánægð og glöð og þau saman, og oft var ég dregin með í þessar ferðir. Og það þótti mér líka gaman. Einnig má nefna Matta, Viggo, Ingveldi og Ingo, en allt þetta fólk sem mamma annaðist þekktu við fjölskyldan líka vel, enda fengum við ofta að koma í heimsókn af vinnustaðinn og truflana þar, fyrirgefðu Valí. En við þekktum þetta fólk, þetta voru orðnir hálfgerðir heimilisvinir hjá okkur líka. Mamma vann á Hlaðhömrum til 2015, þá var hún komin á aldur og mikið vorulega surgar í þessu dóti. En þá var hún komin á aldur. En það var ekki þar með sagt að hún settist í helgan stein og slakaði á, því að nú var komið að alls konar félagsstörfum. Hún var strax komin á fullt í félagsstarfið á sínum gamla vinnustað og í félagsstaf eldri borgari í Mosó, Famos. Og hún var gjaldkeri, hún stjórnaði bingo og var í ferðanefnd og ýmsu öðru. Auk þess sem hún var virk í starfi Miðflokksins í Mosó. Við grínuðum stundum með þetta hvað hún væri að gera rosalega mikið. Og hlógum og spurðum hvort hún geti ekki líka sungið bakrættir í kórnum þegar hún var ekki að blása í fagottið. Snemma ársins 2021 greinist mamma með krabbamein í brjósti og það tók bæði mikið á hana en líka á fjölskylduna. En hún sagði þetta er bara svo hvert annað verkefni sem ég þarf að takast á við og klára. Og það gerði hún líka. Í desember sama ár fékk hún það fréttir að meinið væri horfið. Það var hægt að lýsa með orðum þegar gleði sem braust út í fjölskyldunni þegar við heyrðum þetta og hvað við samglötust henni. Þess má geta á þeim tíma sem voru að berjast í þessi veikindi hélt hún áfram starfi sínu í öllum nefndum og í félagsstarfinu í Mosó og gaf ekkert eftir. Meðal annars skipulagði hún ferð til Tenerife og hlakkaði mikið til að fara og var búin að ganga frá öllu en því miður komst hún ekki í þessa ferð. En til útlanda fór hún samt með Rikka sínum. 29. júlí komu þau í heimsókn til okkar, mín og fjölskyldunar í Danmörku, þar sem við fengum að njóta þeirra hjóna í 2 vikur. Fyrri vikan var dásamleg. Mamma var á gítarnum, sagði brandara, hló og söng og lék á alls oddi, svona eins og hún átti að sér að vera. Sú vika var virkilega dásamleg og í dag er ég þakklátur fyrir að hafa átt þessa viku með henni.
Í seinni vikunni seig svo ógja við hliðina. Þá varð hún slöpp og þreytt, kenndi sér meins í skrokknum og hrakaði mikið frá degi til dags. Sem betur fer komst hún aftur til Íslands og var þá strax lögð inn á sjúkrahús. Eftir innlögnina talaði ég daglega við hann í símann. Hún sagði mér þá að hún hefði aldrei séð það svartara en núna og hún væri hrædd. Þessi símtöl verða náttúrulega ómetanleg því að þarna náði ég að kveðja hana sjálfur, persónulega þakka henni fyrir allt sem hún hafði gert fyrir mig og systkinin og allt það sem við höfðum upplifað saman. Veikinin drógu hana svo til dauða 27. ágúst á Landspítalanum í faðmi fjölskyldunar. Allan þann tíma sem hún barðist við erfiðleika sína úr fortíðinni og við veikindi sín stóð Rikki sem klettur við hliðinar, veitti henni alla þá ást og þann stuðning sem hann gat og fyrir það verðum við systkinin og fjölskyldunum okkar ævinlega þakklát. Mömmu verður auðvitað sárt saknað á okkur hér, en við sem komum saman hér í dag, við skulum líka gleðjast. Við skulum samgleðjast yfir að hafa öll fengið að njóta hennar lengri eða skemmri tíma hér á jörð. Við skulum gleðjast hvað hún gerði fyrir okkur og hvað hún gerði mikið fyrir okkur. Og við skulum minnast hennar sem kraftmikillar, elskulegar konu sem vildi allt fyrir alla gera. Hvíl í friði og ró, elsku mamma, þú varst best. Nú vil ég gjarnan að þið rísið öll úr sætum sem eitt og við gefum henni gott klapp. Takk fyrir mig, tónlist. Þá skulum við hverfa út til Bretlands. Hlusta á drottningar hljómsveitinni þar, I Want to Break Free.
Fjóla Einarsdóttir heiti ég. Ég er dóttir hans Einars, bróðir elsku Gretu. Elsku Greta frænka. Kletturinn, fjölskyldukonan og svo elsta í systkinahóp föður míns. Höfuð fjölskyldunar. Elsku frænka mín sem þótti svo vænt um. Hún kendi föður mínum að synda 5 ára gömlum og kendi honum hvað bæri að varast þegar hann var á göngu ungur Kleppsveginn. Alltaf að passa upp á aðra og að ráðleggja. Á lífsleiðinni held ég að hún hafi setið í öllum ráðum og nefndum. Alltaf í forsvari. Hvatvís en með hjartað á réttum stað. Hún vissi hvernig ætti að gera hlutina best, en með leiðtoga hæfileika af þeirri gerð að aðrir fylgdu fast á eftir og voru þakklátir fyrir frumkvæðið. Hún skammaði mig aðeins einu sinni á okkar samleið. Ég man það þó enn. Það var þegar hún var að byggja húsið sitt á 9. áratug seinustu aldar með börnin lítil og sennilega ofáa klukkutíma í sólarhringnum fyrir öll sín verkefni. Ég og Maggi frænka vorum í gleði kasti, búnar að taka saman allt barbídótið hennar Maggiar og ætluðum út að leika með það, í drullu svaðinu sem fylgir hverfum nýbygginga. Hún stöðvaði okkur í andirinu og skipaði okkur inn með dótið. Út færum við ekki með dótið því þá kæmum við inn með alla drulluna úr hverfinu og örugglega ekki nema hálft barbísafni tilbaka. Við vorum á vonum mjög fúlar og ósáttar við þessa stjórnsemi en þorðum ekki öðru en að hlýða. Sem mamma með moppuna á lofti alla daga skil ég þessa skipun mjög vel og hefur löngu fyrirgefið henni skammirnar. Í þessari sömu minningu sé ég Einar langafa í ruggustól á móti sól, að hlusta á Gretu skammast í okkur og glotta út í annað, hálfblindur. Veit ekki hvort að þetta var sama dag eða ekki, en minningin stendur. Greta frænka með öll börnin, systkinabörn og langafa á hans einustu árum að byggja nýtt hús og öruggla í fullri vinnu með. Allt á fullu, alltaf. Þvílík hetja. Hugsið ykkur. Í seinni tíð mætti Greta frænka á alla stóra lífsviðburði í mínu lífi. Ég fann alltaf áþreifanlega væntumþykju hennar í minn garð. Ég sýndi henni líka móti að ég kynni að meta hana sem frænku og mannesku, vona ég. Seinustu árin talaði ég oft við hana. Stundu voru við þreyttar á veseninu í ömmu sem vildi helst fara í 4 búðir til þess að kaupa 3 hluti. Elsku amma. Greta gerði það samt alltaf, passaði upp á hana og sá hennar mál. Stundum held ég að sólarhringurinn hjá Gretu hafi verið aðeins lengri heldur en hjá okkur hinum. Börnin hennar og barnabörn skiptu hana öllu máli. Sá yngsti, Tryggvi, var aldrei kallaður annað en Tryggvi litli. Sama hversu gamall hann var og oftast var notað elsku Diddi litli þegar hún var að segja fréttir af þeim. Mér fannst það alltaf sætt og skemmtilegt. Ég þekki þó varla nafni Greta frænka eitt og sér. Það var bara Rikki og Greta, eða Greta og Rikki. Þessi nöfn fóru alltaf saman. Þau voru heppin að finna hvort annað og áttu gott líf saman. Rétt áður en hún kvaddi okkur en skyndilega og raunber vitni var hún í Danmörku að njóta með Rikka sínum og knúsa langa með barni sitt. Alltof ung auðvitað til að vera langama, hún var náttúrulega alltaf svo ung í anda, en svo stolt og þakklátt fyrir fólki sitt og nýjustu prinsessuna í hennar stóra afkomendahóp og ég veit að hún er stolt af barnabarninu, langum barninu sem hún fékk aldrei að sjá. Elsku Rikki, þessi stóri hópur mun umvefja þig í sorginni. Þú ert okkar allra, þú veist það. Elsku Ólafur Einar, Inga, Ragnar, Maggi og Tryggvi, ykkar makar, börn og börnin þeirra. Megi minningin stórkostlega móður lifa áfram í ykkur öllum. Elsku Greta frænka, takk fyrir vinskapinn. Amen. Og þá heyrum við rósin og tökum undir í liðlega þar ef við takið með.
Næsti sunnudagur 15. sunnudagur eftir þrenningarhátíð og ef þið missið af þeirri messu þá ætla ég að lesa upp fyrir ykkur guðspjall þess dags og rísið nú á afturlappirnar og heyrið þessar ágæta stutta texta úr því. En leitið fyrst ríkis hans og réttlætis, þá mun allt þetta veitast ykkur að auki. Hafið því ekki áhyggjur á morgundeginum, morgundagurinn hefur sínar áhyggjur, hverjum daginn nægir sín þjáning. Þannig hljóðar guðspjallsins heilu orð, en sælur þeir sem heyra Guðs orð og varðveita það. Amen. Og þá var annar blómasöngur sem við heyrum Liljuna. Steinum á mér, svo blíð og svo björt og svo auðug, en blettin sem prýddi hún vel. Ég veit það úti engi, mörg önnur sem glitrar og skín. Ég þræt ekki litin ég ljóma, en liljan í holtin mín. Þessi lilja mín lifandi trú. Þessi lilja mín lifandi trú. Hún ljós mitt og von mín og vindur. Þessi lilja mín lifandi trú. Þó að í vindunum visni, á völlum og engjum hvert blóm, og haustvindar blási heiðar, með hörðum og deyðandi róm. Og veturinn komi með kulda og klaka á hlýjum
líf hennar veitir mér ró. Þessi lilja mín lifandi trú. Þessi lilja mín lifandi trú. Hún ljós mitt og von mín og yndi. Þessi lilja mín lifandi trú. Náðsemi okkur og friður og Guð og föður okkar og drottni Jesú Kristi. Guðspjallið sem næsti sunnudagur fjallar það að við eigum ekki af áhyggjur á morgundeginum, heldur læta hverja þjáningu þess dags sem við lifum hverju sinni, ekki velta okkur upp úr fortíðin og ekki stressa okkur yfir því hvað verði á morgunni hinn eða þar næsta dag, heldur lifa helst og hér í núinu. Og ef við getum lært það að það ekki hegðun annara sem raskar ró þinni, heldur þín eigin viðbrögð við þeirri hegðun, að þá myndi mörgum líða miklum mun betur ef svo væri. Því að þá erum við ekki að stressa okkur yfir því hvað eitthvað gerðist í búðinni í gær, einhver í fjölskyldunni sagði þetta, eða á vinnustaðnum, og þá eigum við að leita fyrst og síðast ríkis Guðs og réttlætis hans og þá mun okkur vel farnast. Þannig það er ekki hegðun annarra sem raskar ró þinni, heldur þín eigin viðbrögð við þeirri hegðun. En Greta okkar, hún var kraftmikil, glöð, einlæg, sniðug, gjafmild, hvatvís en fyrst og fremst góð kona sem vildi aldeilis vel. Hún var drífandi í því sem hún tók sér fyrir hendur og reyndi eftir bestu getu að láta samferðafólki sínu líða vel en gleymdi oft sjálfri sér í hita leiksins. Hún var glöð með eindæmum og var með húmorinn á réttum stað, gat leiða flestu, smitaði börnin sín af þessari gleði sem fannst fátt skemmtilegra heldur en að tala við mömmu sína og hlæja að einhverri vitleysu sem þau gerðu eða urðu vitni af. Því að það var eitthvað sem Margréti fannst skemmtilegt, þá var það hlæja og fíflast með fólki, enda var hún vinamörg, átti auðvelt með að eignast vini. Það var ekki bara út af því að hún var skemmtileg, heldur var hún bara svo sönn sjálfri sér og sagði hlutina hreint út. Hún átti auðvelt með að rífa fólk með sér í það sem þurfti að gera, því hún var svo drífandi og virkið því sem hún tók sér fyrir hendur til að gera hlutina með sér. Ef hún fann engan, þá bara fór hún ein í verkefnið, því að það var fátt sem gat stoppað hana þegar hún ætlaði sér að gera eitthvað. Þeir sem þekktu hana vita að það var varla hægt að fá hana til að slaka á. Það var drifrið nóg að gera hjá henni. Þess vegna var hún oftast að drífa sig og hafði ekki tími að stoppa lengi á sama stað. Flýtti sig jafnvel að deyja bara. Hún þurfti að fara í búð, skutlast með fólk, taka til, fara í fundi út með baltósinn og allt fleira í framhaldi. Það var ekki neinn lognbandla í kringum hana, Hinrik maðurinn hennar, sem er oft á tíðum Marín á sköflungunum, eftir að Margrét byrjaði að sparka í þá til að fá hann að drífa sig þegar þau voru í veislum eða heimsóknum. Endaði hann í Jóa útherja og kaupa sér legglífar til að koma í veg fyrir auma sköflunga. Það nú svona allt í lagi það ekki ekki minn, já, smávegis. En hún gæti ekki slakað á þegar mamma hennar Fjóla féll frá, Margrét nýkomin á brjóstnámi þegar fréttis bárust að mamma hennar hefði látist nóttina, þá fór ekki Margréti neitt volæði. Hún skipulagði útförin og fór í öll hennar mál á meðtíma og meðan hún lá inn á sjúkrahúsinu því að róluskap þoldi hún engan veginn. Hún var líka í núinu og var ekki að velta sér upp úr hlutunum sem gerðust fyrir mörgum árum því þessi hluti gerðust í fortíðinni og ekki hægt að breyta neinu. Guðspjallið fjallar þess vegna vel til hennar til okkar hér í dag. Enda má ekki lifa í fortíðinni eins og hún sagði. Þetta eru bara hlutir sem fólk þarf að lifa með því að það er ekki hægt að breyta fortíðinum, heldur það að huga framtíðinni og hvernig sé hægt að skapa í nútíðinni okkar góða framtíð. Og Greta var mikið jólabarn og fannst fátt skemmtilegra en að fá að halda jólin hátíðleg. Hús var skreytt upp alla veggi, jólalög á fóninum og bakar að minnstakosti 10 tegundir, fasta 17 tegundum af smákökum, þar sem að börnin tóku virkan þátt í bakstrinum. Þegar þau hættu að baka með henni, þá komu barnabörnin og bökuðu saman þar. Það fannst henni mjög gaman, hún elskaði að vera í eldhúsinu að elda og baka, sérstaklega með fjölskylduna hjá sér.
Henni fannst líka svo gaman að tala jólin þegar hún var ung hjá ömmu sinni og afa. Þessum jólum fylgdi samt oft mikið stress því það þurfti alltaf að vera allt fullkomið. Oft var hótað að labba út þegar börnin Rikki voru ekki að gera það sem þau áttu nákvæmlega að gera. En þegar klukkan sló 6, ding, 2, 5, ding, 6 og þá var messan byrjað að hljóða í útvarpinu, heimsumból, þá fauk þetta strax út klukkan og Margrét var aftur hress og kát eins og hún átti að sér að vera. Hún var mjög gjafmild kona og gaf börnunum sínum flest sem hún gat. Ekki máttu börnin hennar segja að eitthvað að vera flott heima hjá henni, því að þá var hún tilbúin að segja, þú mátt eiga þetta. Sem fór stundum illa í börnin hennar en hún tók það ekki nei sem svar. Oft þurfti hún að fá hlutina aftur tilbaka, en því hún ætlaði sér að nota þó eitthvað sem var búin að hugsa en gaf hlutin frá sér, þá sagðist hún bara að þurfa að fá þetta lánað. Henni fannst gaman að alls konar handavinnu, flest í höndunum á henni. Bæði börnin og barnabörnin eiga fullt af hlutum sem hún bjóð til og gaf þeim margs konar tækifæri. Hún var dugleg að taka barnabörnin með sér í ferðalög þegar hún var með þau, fór með þau út alla trissur, tók þau bæði með sér til útlanda og í ferðalög innanlands. Sérstaklega minnist það nokkrum þeirra ferð sem þau fóru með ömmu á Snæfellsnesi fyrir nokkrum árum síðan. Þar var þau keyrðu alla krók og kima sveitarinn og skoðuðu heilmikið á einum degi. Allt gert fljótt og örugglega í Margrétar stíl. Hún gat verið skapstór. Ragnar, Maggi og Tryggvi gleyma því seint þegar mamma þeirra var í símanum og þau voru rífast inn í stofu yfir einhverjum dæmalausum tölvuleik. Mamma kemur fyrir hornið og vippar inn í skónum beint framan í smettið á Tryggva. Litla, ekki má gleyma litla. Það var því ekki grátið af sársauka eftir þessa vippu, heldur frekar að gleði því að þau hlógu af sér hárið. Það var eins og væri ég verið ekki með sama. Og því að staðgreitur og líka með, ekki með staðgreitur, heldur ég fór í greiðslu stöðvun 24 ára og eina skiptið sem ég get farið í lagningu, það er þegar ég fyrir kisturlagningu. En hún var með puttan á púlsinu í flestu því sem gerðist í fjölskyldunni og það var auðvelt að hringja í Margréti til að fá fréttir af fjölskyldunum. Þar sem hún hringdi og talaði við vin og vandamenn og vissi náttúrulega allt allt hvað allir voru að gera hverju sinni. Minningar okkar Margréti Jakobín Ólafsdóttur eru margvíslegar. Hver og ein minning gefur okkur í huga þakklæti til burt kallara systur okkar og megi endurlaustarinn og frelsar Jesús Kristur kenna okkur það við endurkomu Krists á dómsdegi fyrir verkun heilags anda að við munum hitta alla þá sem undan okkur eru gengnir. Megi svo verða í Jesú nafni. Amen. Og þið eru hvött til þess að mæta síðan í hestamannahúsi hér niður með ána á eftir. Það verður jarðsett upp í Mósfellskirkju og svo verður niður frá og fjölskyldan kemur svo þangað niður eftir og eftir. En endilega njótið vel þar. Og morgun eru haustjafndægur, þá nóttin og dagurinn jafn löng og vetrasólin næst sem að pannst það nú vel inn í það vegna þess að sólin skín á okkur minna veturinn en við látum hana hlýja okkur. Og þá fáum við vetrasól hér úr efri byggðum. Hversu ríkur sem þú telst
Ef það enginn hér sem stendur kyrr aldrei hverfa braut sem við hver jafnan með og deilir með þig gleði og sorg. Og við skulum biðja saman. Við þökkum þér himneski Drottin að við megum koma fram fyrir þig á stundum gleði og hamingju og leita til þín þegar sorgin þjakar. Heyrðu bænir okkar þegar við biðjum blessun til handa Margréti Jakobínu Ólafsdóttur, systur okkar sem við felum þér hér í dag. Í trú á þig þá við stigið yfir frá dauðanum til lífsins, styrktu þá sem hér kveðja og veitu þeim leiðsögn á komandi tíma uns við söfnumst öll frammi fyrir þér. Allar bænir síðan fyrir við þeirri bæn sem Drotturinn kennt okkur og byggjum saman og segjum: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vor daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Og eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og að eilífu. Amen. Þá skulum heyra aðra bæn sem sungið sem Óli Gaukur samdi textan. Heyr mína bæn, skriftast í blað. Syngið þið fuglar
skulum við rísa á fætur. Það verður vel á því að það sé molda við höfðagaflinn þar sem að fyrsta tenging okkar í skírninni við Jesú Krist og hérna hinstu hér í dag er tengd saman. En lofar sér Guð og Faðir drottins okkar Jesú Krist sem eftir mikilli miskunnsemi vill endurfæða okkur fyrir upprisi Jesú Krist frá dauðum. Jesú sagði, ég er upprisan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Af jörðu ertu komin, að jörðu skaltu aftur verða og það sem best er af þessu öllu saman, af jörðu myndu aftur upprísa. Drottinn gefur dauðum ró en hinum lík sem lifa. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sín ásjón og lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplifti sín auglit yfir þig og gefi þér sinn frið í nafni Guðs Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Og Guði sé þakki sem gefur okkur sigurinn fyrir Jesúm Krist. Amen.